Annar þáttur, þjónað til morðs. Það seint kvöld, eins og ævinlega í þessum þáttum. Götuljósin skera þykkt myrkrið eins og borðhnífar sem stungið í síróp. Nema síróp náttúrulega ekki svarti. Það væri kannski betra að segja tjöru. Nema það stingur auðvitað engin borðhníf í tjöru, þannig að... Strákar, má ekki breyta þessu, má ekki bara segja að það verið kveikt á götuljósunum. Halt áfram að lesa, fíflið! Fyrirgefðu. Inn á skuggalegum matselustað sitja nokkrir gestir að stæningi. Á meðal þeirra eru 2 kunnuleg andlit. Ég kenni þeim bara ekki alveg fyrir mig. Hvað meinarðu? Þekkjur okkur ekki? Jú, auðvitað. Þetta eru þeirra Harry Rögnvalds engaspæjari og hinn hundtryggja aðstoðarmaður hans Heimir Schnitzel. Þegðu, Heimir! Þegðu! Sittu! Já, svona, góðu strákur. Getum við ekki fengið okkur eitthvað annað en fiskisúpu, Harry? Bara í þetta skipti. Við erum búin að panta hana, Heimir. Það þarf ekki veist að við étum aldrei annað en fiskisúpu í þessum þáttum. Ég veit. Harry! Hvað? Ekki líta við. Hvað, Heimir? Ekki líta við, Harry. Hvað er á segði, Heimir? Það er maður fyrir aftan þig með hníf. Guðmund almáttugur. Hvað er hann að gera? Harry. Já. Hann er líka með gaffal. Gaffal? Já, og hann er að borða. Að borða? Og hvað er svona dularfullt við það? Ekkert, ég var bara að segja frá því. Jeg kommer hen og sagde, vi kan have oss suppe eller noget spise. Ja, så bare jeg kunne nå her, du skulle få suppe, og kunne nå hende nå. Og Harry. Ja, det kan godt gå, og så kommer han, og så går så. Æ, Heimir. Akkur þurftur endilega að draga mig á danskan matselustað. Þú veist vel að ég þoli ekki dönsku. Svo mér ekki orðið hálf illt. Og það fékkst hvergi annar stað fiskisúpu. Já, ég ætlis ekki best við slöfrum þessi í okkur, fyrst við erum komnir hingað á annað borð. Hvað er þá að færa okkur? Hæ? Ég meina, veistu koma á annað borð? Nei, Heimir. Já, nei, mér finnst þetta líka ágætis borð. Harry. Já. Ekki líta við. Nei, Heimir, ekki aftur. Ekki aftur, hvað? Ég veit að það er maður með hníf fyrir aftan mig. Nei, Harry. Hæ? Það er ekki það. Hvað? Hann er með. Hvað, Heimir? Hann er með teskeið og hann er byrjaður á desertinum. Nei. Það er fluga í súpunni minni. Nei, Heimir, þess er gaman. Hæ? Farðu nú ekki að segja einhverja flugnabrandara, þó að við séum að éta súpu á veitingastæði. Já, en það er fluga í súpunni Þetta er svo úreltir brandarar, maður. Já, en það er... Allt í lagi þá, hvernig fluga? Nú auðvitað fiskifluga. Þetta er fiskisúpa. Harry, ekki líta við. Maðurinn fyrir aftan þig er dauður. Komdu, Heimir. Já, en ég er ekki búinn með súpuna. Nú greip sig almenn skelfing á staðnum. Já. Gott fólk. Það er engin þörf á að örvænta. Ég er Harry Rögnvalds, engaspæjari, og þetta er hinn hundtryggi aðstoðarmaður minn, Heimir Schnitzel. Þegiðu! Verðið bara róleg, gott fólk. Þessu manni hefur trúlega verið byrlað bannvænt eitur. Nú einnig geti verið að eitur leyndist á diskunum hjá fleirum, svo að ef þið farið að blána í framann og náið ekki andanum og augun ætla út úr hausnum á ykkur, þá vitið þið hvað er að gerast og getið verið alveg sallaróleg. Ég ætla bara að biðja ykkur að láta mig vita. Það er að segja, ef ég hef ekki sjálfur étið eitrið, þá náttúrulega... Guð minn almáttugur, ég hef kannski sjálfur étið eitrið. Við þessa skynsamlegu og yfirvegðu ræðu Harrys róuðust gestir veitingahúsins. Ég sagði róuðust. Viljið vera róleg? Takk fyrir. Já, eins og þið vitið kannski erum við félagarnir þaulvanir að fást við svona sakamál. Ég ætla því að læsa dyrunum og héðan fer enginn út fyrir en málið er leyst. Er einhver læknir á staðnum? Ekki. Er þá einhver pípari á staðnum? Já, ég! Það er nefnilega það. Þú getur kannski aðstúðað mig. Þannig er að ég og í miklu basli með eldhúsvaskinn heima hjá mér. Verður kannski til í að kíkja aðeins á... Harry, viltu gjöra svolítið að halda fram með leikritið? Er einhver hér inni sem þekkir þann látna? Já, það ger ég. Og hver er þú? Já, þetta er ég, Sóeka barnakennari. Og hvað getur þú sagt okkur fórnarlambið? Já, það er svo sem ekki margt fyrir utan það sem hér fer nú eftir. Kristján Bollason fæddist að Útgarði á Snæfjallaströnd 14. apríl 1943. Sonur hjónanna Bolla Skúlasonar og Völur Hraunfjörð frá Hálsakoti í Hreppum. Ólst hann upp við sára fátækt í stórum systkinahópi, allt fram að fermingu. Hann réði sig sem tómt húsmann hjá Halli kaupmanni Hlöðversinni í Skagaveri.
var Kristján vel þokkaður af öllu sínu samstarfsfólki, en þótti nokkur skapstór eins og eftirfarandi saga ber við. Já, ég var nú ekki að spyrja því. Þrátt fyrir kröppkjör braust Kristján til mennta af stökum dugnaði og harðfylgi og tók barnapróf við Hrafnsvíkurskóla vorið 1957. Og það var eftir það að leiður okkar Kristjáns lágu saman og mér það ógleymanlegt. Hafði ég þá ráðið mig sem barnakennara að Hafravöllum á Síðu, en Kristján settist hann sama vetur í annan bekka Kveðarskólans. Tókum við hjónin okkur upp og fluttum spúferlum ásamt börnum okkar norðan á landi, þar sem ég hafði þá starfað nokkurt skeið. Ferðalag þetta var afar sögulegt, eins og fram kemur í sögunni sem hér fyrir. Já, þú kenndir honum, segirðu. Hvernig gekk honum í skóla? Kristján var alla tíð námsmaður góður, þó ekki legði hann út í langskólanám. Og má fullyrða að þar hafi mest ráðið fjárskortur. Man ég ekki betur en hann stæði sig með ágætum í öllum námsgreinum utan einni, en það var danska. Dönsku sagðist hann alls ekki þola og fór oft það mörgum orðum. Kristján var kvæntur Fanny Rútsdóttur húsmæðrakennara sem liðir mann sinn og votta ég henni og börnum þeirra hjóna dýpstu samúð. Að lokum vil ég þakka fyrir gott ljóð og vona að einhvað af þessu hafi orðið ykkur til róðleiks og skemmtunar. Góða stundir. Þeir félagarnir Harry og Heimir skunduðu þessu næst rakleitt í eldhúsið. Fyrirgefðu, hvar eldhúsið? Það þarna inn til vinstri. Já, takk. Við skundum rakleitt þangað, Harry. Ég veit það. Nei. Sjáðu, Harry. Óbúslega mikið af mat hérna. Þetta fiskisúpa með jarðarberjabragði. Verðum að reyna að finna einhverja vísbendingu, Heimir. Þetta fiskisúpa með karamellubragði. Hljótum að finna eitthvað sem kemur okkur á sporið. Hérna fiskisúpa með súkkulaðibragði. Viltu smakka, Harry? Nei, ég að kanna eldhúsið. Hvað er þetta, Harry? Hvað? Harry? Hvað, Heimir? Ég smakka á þessu. Heimir? Þú hefur étið eitrið. Ó, Heimir, vinur minn, Heimir, hundtryggi aðstoðarmaður minn. Á! Svona kallinn minn, elsku Heimir minn. Þú er alltaf reist mér svo vel. Ég veit að þú trúir ekki hvað mér finnst það sárt að þú skuli vera að deyja. Takk, Harry. Þú ert svo ungur. Það var svo margt sem þú áttir ógert, Heimir. Þú ert eftir að ferðast heiminn. Þú ert eftir að eignast fjölskyldu. Þú ert eftir að þvo gluggann á skrifstofunni sem ég var margoft búinn að biðja þig um. Af hverju varstu ekki búinn að því, Heimir? Harry, Nei, ekki segja neitt, Heimir. Ég skil. Segðu mér, hvað er klukkan? Hún er rúmlega 11:30. Hvað spyrðu? Nei, ég var bara að tekka á því hvað verið mikið eftir að þættinum. Ó, Heimir. Já, það minnir mig á það. Fyrst þú ert að deyja, Heimir, þá notar ekki úrið þitt meir. Má ég kannski eiga það? Ha, já. Þakka þér fyrir, elsku vinur minn. Og hvernig er það með þessa bindisnælu? Er það ekki sama þó ég fái hana líka? Harry. Þakka þér fyrir, Heimir. Vertu sæll. Og þakka þér fyrir allt. Já, en Harry, ég er ekkert að deyja. Hvað meinar þú? Ég er ekki að deyja, Harry. Meinar þá að ég megi ekki eiga úrið þitt og bindisnæluna? Já, sko. Það er alltaf sama sagan með þig, Heimir. Það er aldrei hægt að treysta þér. Fyrirgefðu, Harry. Ég skal bara deyja einhvern tímann seinna. Hvers vegna í ósköpunum engdistu þá sundur og saman og dast í gólfið? Já, sko, ég hef búinn að smakka fiskisúpur með alls konar æðislegu bragði. Já. Svo bara allt í einu, Harry. Já, Heimir. Allt í einu. Já, segðu það, Heimir. Segðu það. Allt í einu smakkaði ég fiskisúpu með fiskisúpu bragði. Það skal tekið fram að þessi þáttur er alls ekki við hæfi fólks með eðlilegan smekk. Takk fyrir. Ekkert að þakka. Hvar fer ég út? Þarna við hliðina á tæknimanninu. Já, takk. Harry og Heimir lögðu nú hausinn í bleyti. Ekki svona. Nú, allir sé nokkur hárþurrka eða? Skyndilega fekk Heimir hugdettu. Harry, sko ég var að spöglura. Já. Sko ég var að spöglura í því. Já, Heimir, segðu það. Sko ég var bara að spöglura. Já, Heimir, hvað? Hvað? Sko ég var að spöglura í því, Harry. Sko ég var að spöglura í því. Já. Hvort ég spöglur ekki allt og mikið. Heimir. Hvað? Má maður spöglura? Og blev kær, og så kom han og blev herpand med nogen og Það kemur danski þjónninn sem ákvæðist okkur á hann. Já, þú maður tala við hann. Já, ég var að panta okkur dessert. Nei, píblið þitt, hann gæti vitað eitthvað málið. Jeg vil få en højt skær og der Ég gerne er her. eitthvað skrítin í höfðinu. Tala þú við hann, Heimir. Ég þoli hvað sem ekki dönsku. Det vil også til mærkaku. Sæt den nakken. Nej, så tror jeg, at her går og flå mig her. Og til mærkaken til Harry. Ja, det kan du.
Ja, Tjörn. Och så kan du ha så kommer här och så då är det här. Hvað sagði hann? Já, hann sagði, til morgen í Já, dag. ég veit það. Hvað voruð að tala? Það veit ég ekki. Ég skil ekki orð í dönsku. Er ekki allt í lagi með þig, Harry minn? Mér líður eitthvað undarlega. Ég fekk einhvern svima þegar þjónninn kom. Ég held að við ættum að afla okkur betri upplýsingum en þjón. Já, en hvenær eigum þú að panta desert? Hringdu í útlendingaeftirlitið, Heimir. Þeir hljóta að vita eitthvað um hann. Ok. En hvað á ég að segja, Harry? Vertu bara harður við þá. Segðu að það þýði ekkert múður. Við séum að rannsaka flókið sakamál og við verðum að fá upplýsingar í kvelli. Það þýðir ekkert annað en að sýna hörku. Já, halló. Já, er þetta útlendingaeftirlitið? Já, gott kvöld. Þetta er Heimir Snitsel. Við Harry Rökkholt erum að rannsaka flókið sakamál. Og við verðum að fá upplýsingar hjá okkur í kvelli. Sko, það þýðir ekkert múður við mig, góði minn. Já, ég hlustist hjá neitt anskotans kjaftaði. Það eitthvað sko engan kontorista vaða ofan í mig og skítum og sko, já, þú skal hafa það á hreinu, vinur. Annarkvort fæ ég þessar upplýsingar alveg í lofandi kvelli, eða þú skal hafa verra af, ljúfurinn. Og það er mitt síðasta orð í þessu máli. Gott hjá þér, Heimir. Hvað sagði hann? Ég veit það ekki. Það var á tali. Heimir! Þetta kalla mig Harry. Góðir hlustendur, nú voru vinur okkar Harry og Heimir í vandastaddir. Þetta mál var snúnara en þeir héldu, eða eins og Harry orðaði það. Heimir, þú verður að fara að raka þig. En eins og þið vitið, góðir hlustendur, höfðu þeir félagarnir oft komist í hann krappan saman. Ég var einmitt að tala um þetta við konunni mín í gærkvöldi. Það var eitt þetta kvöldmatt. Við höfum fengið okkur signa ísu og ég var eitthvað kvart undan verkjum í maganum. En það var þetta fjórða kvöld í röð sem við fengum signa ísu á kvöldmattinn. Og hvað haldið hún segi? Hún segir bara að mér var þá fjandans nær að skaffa betur úr þegar ég var að heimta eitthvað gúmmilað í matinn. Hún bara slengir þessu svona framan yfir fréttunum. Og hvernig haldið sé að búa við þetta? Það haldið sé eitthvað grín að lifa þessum launum sem sögumadur. Þessir kjarasamningar hjá sögumannafélaginu eru svo hlægilegir að tekur einhver tali. Það er ekki eins og þetta sé eitthvað lúxusjobb. Nei, það er engin takmörk fyrir hvað mann er boðið upp. Halló. Já, hvað? Gætu við fengið að halda áfram með leikritið? Já, þið getið haldið áfram. Ég nenni ekki að standa í þessu lengur. Harry, sko mér dettur eitt í hug. Já, Heimir. Sko ég var að spöglura. Út með það, Heimir. Sko ég var að spöglura, Harry. Út með það, Heimir. Ok, Harry. Nei, ekki þetta, fífliði. Inn með það aftur. Ok. Sko ég var að spöglura. Já, út með það. Ok. Nei. Og voðalega erfitt að gera þetta til hæfi. Hvað varstu að spökulera, Heimir? Sko þessi þjónn. Hvað þjónn? Þessi sem að tala svona. Hvað er það, Harry? Nú fæ ég aftur yfir höfuðið. En halda áfram, Heimir. Já, þessi þjónn sem að tala svona. Ekki. Og þessi sem að sagði. Ekki svo mjög. Ekki, Heimir, ekki. Ekki hvað? Ekki tala svona. Svona? Ekki, Harry. Já. Hvað má ég ekki segja? Harry. Ég þoli það ekki. Þolir ekki þetta? Ekki svo mjög. Harry minn. Harry. Já. Er ekki allt í lagi með þig, Harry minn? Hvað skeiði? Nú ég sagði bara, Þegiðu, Heimir. Já, ég sagði bara, Þegiðu. Já, ok. Hvað er þjónninn? Þessi sem að tala svona? Já. Nú er það frammi. Á ég ná í hann? Nei, Heimir. Ég held ég langaði kannski í deserti núna. Við verðum að taka raunferð. Hann er morðingi, Heimir. Nú, en hver á þá að afgreiða deserti? Manstu hvað barnakennarinn sagði um mannin sem dó? Já, hann sagði Kristján Bollason fæddist á útgarði á Snæfjallaströnd 14. apríl 1943. Sonur hjónanna Bollars Skúlasonar. Komdu, Heimir. Málið er leyst. Við megum engan tíma að missa. Já, hann sagði miklu meira. Strákar mínir, strákar. Hérna, þið verða fyrirgefið skildi rjúka svona dýr hérna áðan. Það var bara það, konan var eitthvað fói út í mig og ég var svona eitthvað dán. Já, allt í lagi. Já, og svo þetta með kaupið og það allt, sko. Já, vildur þú kannski lesa það sem stendur í handritinu? Já, ég vona bara að þið ekki svektur út í mig, strákar mínir. Áfram! Já. Þegar Harry og Heimir höfðu komið danska þjónunum í örugavörslu, lá leið þeirra aftur fram í veitingasalinn. Gott fólk, má ég aðeins eiga við ykkur orð? Ég býð ykkur að afsaka að þið skuluð hafa þurft að bíða hér meðan við félagarnir rannsökuðum þetta dularfulla morð. En það var góð og gild ástæða fyrir því og nú get ég glatt ykkur með því að málið er leyst. Eins og þið munið grunaði mig í upphafið að manninum hefði verið byrlað eitur. Þetta reyndist ekki rétt. Ekki í eiginlegum skilningi. Það var eins og lítið atriði sem kom mér á sporið. Það var smáatriði sem Jafet barnakennari myndist á þegar ég spurði hann út í skólagöngu þess látna.
Jafet sagði að fórnarlambinu hefði gengið vel í flestum greinum í skóla, nema einni. Honum gekk illa í dönsku. Og það sem meira var, hann þoldi ekki dönsku. Það er reyndar sama sagan með sjálfan mig og kannski fleiri hér inni. Já, ég sé að það eru margir hér sem ekki þola dönsku. Þetta vissi þjónninn sem þjónaði honum til borðs. Og þar sem hann var félagi í öfgasamtökum danskra þjóðernissinna, stóðst hann ekki mátið, heldur stóð masandi yfir manninum þar til hann gispaði golunni. Með öðrum orðum, Kristján heitinn dó úr dönsku. Góðu gestir, enn eitt sakamálið farsællega leyst af Harry Rögnvalds og hinum hundtrygga aðstoðarmanni hans, Heimi Schnitzel. Takk. Takk fyrir. Takk fyrir góðu gestir. Ástarþakkir. Og við höldum áfram með dagskrána. Nú, hér á eftir koma ýmsir þekktir skemmtikraftar í heimsókn, en næst á dagskráni er bingo. Og þar er sitthvað girnilegt í vinning. Fyrsti vinningur er fiskisúpa fyrir einn, önnur verðlaun er fiskisúpa fyrir 3 og þriðji vinningur er fiskisúpa fyrir 8. En áður við skellum okkur í bingoið skulum við syngja svolítið saman. Og það er engin annar en Heimir, félagi minn, sem ætlar að stjórna fjöldasöng. Heimir Schnitzel, gjörið þið svo vel! Takk fyrir. Já, takk. Takk. Já, nú við byrjum á því að taka lag sem allir kunna. Og takið nú vel undir. Det var et skikkelig bondemann som skulle gå ut efter Nei, Heimir, ekki þetta, Heimir. Som skulle gå ut efter öl. Som skulle gå ut efter öl. Efter hoppsassa, trarallala, trarallala. Og nu var allir med. Og det var et skikkelig bondemann som skulle gå Þetta var svakamálaleikrítið Þjónað til morðs. Það var svakamálaleikhúsið sem flutti, þeir Karl Ágúst Úlfsson, Sigurður Sigurjónsson og Örn Árnason. Þetta eru svakamálaleikrítinn af Harry Hallgríms og Heimi Schnitzel. Þessir snjöllu leynilögreglumenn og þeir verða hérna á morgun klukkan 12:30, 12:30. Ekki missa af þeim.